Héraðsskjalasafnið og Amtsbókasafnið á Akureyri beinir sjónum sínum að konum þessar mundir en hér á neðri hæð hússins í gangi sýning á skjölum og tímaritum kvenna. Segi okkur aðeins nánar af þessari sýningu. Já, hugmyndin kviknaði nú út af þessu kosningaafmæli, eða kosningaréttarafmæli skulum við segja, og við eigum náttúrulega ýmislegt hér í okkar fórum sem að kemur ekki kannski fyrir sjónir almennings svona dagstaglega. Þannig við ákveðum bara að fara í geymslurnar og draga fram blöð og tímarit íslenskra kvenna. Og svo líka skjöl. Já, við smygluðum okkur eiginlega inn á þessa sýningu af því að borgarskjalavörður, Svanhildur Bogadóttir, hún bauðst til að halda fyrir okkur erindi og þá fannst okkur við hæfi að reyna að punta og með eitthvað með skjölum, draga fram skjöl kvenna og þetta hvortveggja, þar að segja þetta hádegis-erindi Svanhildar og það sem við vorum að gera í raun og veru gert til þess að vekja athygli á átaki sem að hrint var af stað fyrir skömmu varðandi skjöl kvenna að vekja athygli á skjalasöfnum að það væri góðir staðir til þess að geyma skjöl kvenna. En það hefur nefnilega þannig að í skjalasöfnum út allt land að það fullt af gögnum sem að meiriparti frá körlum. Það vantar mjög skjöl kvenna og átak til þess að fá þetta svolítið inn. Þannig að þið eruð að óska eftir fleiri gögnum sem tengjast konum inn á safnið? Já, skjölum frá konum, eitthvað sem konur hafa skrifað eða tengist konum og það má vera bara hvenær sem og þó að þetta sé sem sagt gert núna á þessu afmælisári að þá bara á þetta við í eilíðinni því að konur það bil helmingur þjóðarinnar yfirleitt alltaf en sáralítið. Það hefur kannski ekki verið lagt nein reglustreka á það eða talið eða metið. Það bara svo miklu minna frá konum. Geturðu nefnt dæmi skjöl sem að þið myndu vilja fá á safnið? Við erum svona krummar og við tökum á móti öllu en það væri mikill fengur af bréfum, dagbókum, bara frásögnum, eitthvað sem að konur að skrifa og henda í skúffu og geyma en þora síðan ekki að draga fram eða finnst þetta svo ómerkilegt að það takið ekki að geyma það en það finnst mér gegnum gangandi í því þegar maður að skoða það sem konur að skrifa, til dæmis sendibréf. Þá endar þetta yfirleitt alltaf að ég góða hentu þessu svo eða brendu þetta eða ekki láta nokkurn mann sjá þetta. Og það þetta lítillæti kvenna sem svolítið vandræði í þessu. En snúum okkur aðeins aftur að tímaritunum sem eru til sýnis hérna niðri. Hvert elsta tímariti sem þið eru með hérna? Það frá 1891 og það Draupnir og útgefandi og ritstjóri Torfhildur Þorsteinsdóttir Hólm og mikil svona framfara kona. Síðan skömmu síðar þá það Bríet Bjarnhéðinsdóttir, okkar náttúrulega mesti kvenskörungur held ég, sem að byrjaði að gefa út Kvennablaðið og það hefur komið út í bara nokkrum myndum og núna nýjast á vefnum, það held ég barnabarninar eða eitthvað. Þannig að það bara frábært. En í tengslu við það sem að Lára var að segja að oft þetta hógværðin, en konurnar sem fóru í að gefa út, að þær sem sagt voru að rísa upp gegn því. Þú veist, konur hafa líka eitthvað að segja. Bæði varðandi landsmálin, héraðsmálin og líka eru þær að skrifa sögur, ljóð. Þannig að þessi blöð og tímarit sem eru eru sýnir svo bæði af því sem varðandi kvenréttinda baráttu eða bara svona pólitík en líka ljóð, sögur og menningartengt efni. Og það virkilega flott margt að því, þannig að þessar sem ekki fóru ofan í skúffu að þær komust sumar á prent. Og meira segja voru gefin út tímarit handskrifuð líka. Það svolítið magnað. En finnst þér umfjöllunarefnið hafa breyst? Við erum náttúrulega með tímarit í dag. Já, já. Ég
mér finnst ofsalega flott það sem ég hef verið að lesa eins og eftir hana Bríeti. Hún svo framsýn, hún að skrifa hérna 1895, þá hún að skrifa greinar og hvatningarorð sem að eiga erindi enn í dag. Og ég veit ekki, sko, það kannski pínu svona leiðinlegt að við skulum ekki vera komnar lengra, að það skuli ennþá vera við hæfi hvatningarorð sem voru skrifuð 1895 til kvenna, að við skulum ekki vera komnar lengra, þú veist, fram, já, ég veit ekki, í þessari svokölluðu baráttu. En þið munu halda áfram að beina sjónum ykkar að konum á þessu ári. Þið eru með fleiri sýningar tengdar konum í bígerð. Já, alls ekki best að ég byrji þá af því að á þessu sem við erum að sýna núna, það svona meginstefið það að þetta eru gögn frá konum, sem sagt beint. Þetta eru alls konar skjöl frá þeim, sem sagt það þarna dagbók og það bréf og kaupsamningur og frásögn og ræða og eitt og annað. En í júní, það náttúrulega aðalmánuðurinn, samanber 19. júní, að þá ætlum við að draga fram fleira. Við tökum þetta til hliðar í maí, en svo væntanlega verður þetta tekið fram aftur í byrjun júní og svo bætum við vonandi miklu þá meira svona frá félögum, kvenfélögum eða svona ýmsum félögum kvenna, og bara svona eftir því sem að við finnum, maður svona að finna eitt og eitt skjal frá konu út allt, en já, það verður sem sagt í júní sýning frá okkur. Já, finnið og fáið kannski ef einhver grípur þetta á lofti. Grípur þetta á lofti, já, þá kannski hægt að sýna það, en það kannski þá líka af því að við erum svona að hvetja fólk til að skila til okkar, að ef því finnst svolítið óþægilegt að þetta fari í hendur margra, að þá hægt að setja aðgangstakmarkanir á það sem það að skila, kannski 10-15 árið eitthvað, eða eftir því bara hvað fólki finnst sjálft, eða sjálfu, ætla að segja. Síðan í nóvember þá ætlum við að vinna saman aftur, ekki það að við séum ekki alltaf að vinna saman. Að þá verður sýning sem settir saman á Landsbókasafni, Háskólabókasafni, einmitt konur og hlutverk þeirra í okkar sögu. Það spennandi sýning.